þess að tilbyggja þig og orðsingja, nota samvist við þig og við erum nærverðin í dag í Jesú nafni. Það er ánægilegt og þægilegt að sitja hér í sófa og bjóða ykkur velkomin í kirkju. Við erum hjartanlega velkomin hingað í kirkjuna. Bæði því sem eru hér fastagestir, því sem eru hérna heimsókn. Það er mikil ánægja að bjóða ykkur velkomin hingað sem eru líka að horfa á ykkur lengra í burtu. Vinur okkar í Vesturvegum sem kannski að horfa á gegnum internetið og aðrir. Verið öll hjartanlega velkomin og við vitum af ykkur. Við erum stundum fleiri en við sjáum hér og það er ánægilegt að vita til þess. En við njótum þess að vera hér saman í Æðkirkju í Ingólfsstræti í dag. Við munum byrja guðsþjónustu okkar í dag að syngja saman sálminn nr. 17, Lítil drottinn nr. 17.
Láttum við þakkum þér fyrir allar þínar blessanir, við þakkum fyrir alla sem þú gefur okkur á hverjum degi. Við þakkum fyrir það að við getum gefið öðrum til baka fyrir stað. Láttum við byggjum fyrir að blessa hjálparstarfið okkar víða vera, við vera með öllum þeim starfsmönnum, öllum þeim sjálfboðaliðum, við blessa öll þeim verkefni sem aðra stendur að á hverjum stað fyrir sig. Við gefa það að þessar gjafir margar blessist í Jesú nafni. Ríkjumverðsum sem Ingvar hefur valst hér úr annan Mósebók, 20. kafla. Annan Mósebók, 20. kafla, 8. versum í Jesú nafni. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Þú skalt vinna 6 daga og sinna öllum verkum þínum, en 7. dagur hvíldardagur Drottins, Guðs þíns. Þá skalt þú ekkert verk vinna hvort þú sjálfur með sonur þinn eða dóttir, þræll þinn né ábátt, eða skepnur þínar eða arðbólumaður sem fær að síma hinnan borga hlýða þín. Því að á 6 dögum gerði Drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því en hvíldi 7. daginn. Þess vegna blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Drottinn, við þakkum þér fyrir þennan dag, við þakkum þér fyrir hvíldina sem þú gefur okkur. Stað og stund þar sem að við getum verið með þér á sérstakann hátt, öðruvísi en alla hina 6 daga vikuna. Drottinn, við þakkum þér fyrir þessa stund sem við getum átt hér í þínu húsi. Viltu vera með okkur, viltu gefa okkur þín heila anda, viltu vera með íþrótt sem tala til okkar, viltu gefa honum þín heila anda og leið blessa þetta samfélag sem við höfum hér, gefa okkur góða stund hér í dag og við blessa næstu vinnuviku sem við höfum svo í. Drottinn, við þakkum þér fyrir hvíldina, við þakkum þér fyrir allt í Jesú nafni. Oh
gaman að sjá okkur í dag. Velkomin. Ég búinn að eiga Ameríkavík þessa viku. Það hefur verið þannig að fólk að koma á skóla, í vinnu, skólarnir að byrja. Það þurfa allir að setja sig inn í nýja dagskrá og við erum að færa okkur úr þessu afslappaða sumar, úr þessu afslappaða sumardagskrá yfir og undirbúa okkur undir starfsvetur. Og þar að auki þá ég var búið að beða að flytja predikun í dag. Ég var búinn að senda hérna predikun í sumar sem ég fannst ágætt, svo var mér sagt að þetta verður á menningarnótt og þema dagsins verður hvít. Þá þarf ég að búa til aðra predikun sem að passa fyrir það í dag. Þetta bættist við þarna á Ameríku viku og það búið til predikun. Ég er búinn að þetta búið að vera annars en viku. Og ég held að eitt af því hversdagslegasta sem nútímamaðurinn þráir hvít. Hvít frá andliti dagsins. Hann þráir afkima í tíma þar sem er leyfilegt að draga sig andliti, slökkva á símanum, njóta kyrrðar og fá endurminningu. Við sem erum hérna og tilheyrum söfnuði 7. aðventistar, við erum mjög meðvituð hvíldardagi og hvíldardagshelgihald. Það vísað til þess í nafnöfn. Sérkenni okkar eru helst þessi að við væntum endurkomu Jesú Krists og að við höldum hvíldardaginn heim, 7. dag vikunnar, 7. dags aðventistar. Ég held að við sem erum þessara forréttinda aðeins að hafa aðeins á heimili 7. dags aðventistar. Eigum einhverjar sérstakar og góðar minningar tengdar hvíldardagshelgihaldinu. Á bensínheimili mínu fór allt í annan takt á föstudagskvöld. Og ég var að reyna að ímynda mig hvernig ég myndi koma orðum að þessu, en það er erfitt að koma orðum að því akkurat hvernig hún hefði gerðist. Sérstaklega það sem hann hefði gerðið. En það breyttist eitthvað á föstudagskvöld og gerðist einhvern veginn að sjálfu sér. Samt voru einhver ytri hluti sem áttu sér staður. En það var annað hljóðfall í húsinu. Það var aðrar lyktir og það var annar rómur á heimilinu. Og ég minnist það sérstaklega þegar ég var 2 vetur á heimilistaskóla þar sem það þó var haldið hvíldardagur. Það tók mér svo vænt þegar voru helgarlegir og ég kom heim helgi og endur uppgöfnum fann ég meira fyrir þessu. Heimilið breytist. Og þessi ró og værð sem færðist fyrir heimilið forðan. Fólk hefði þessi öðruvísi, talaði aðra hluti og með öðru tónfari. Við slökktum á sjónvarpi, hlustum aðra tónlist og við færðum okkur einhvern veginn algjörlega úr hversdagslega yfir í hið hátíðlega.
Og þegar ég hugsa bensuheimilinu með söknuði, þá hugsa ég aðra þessar stundir. Ég ímynda mér að það eflaust einhver annar, mörg ykkar, eigin einhver álíka minningar frá uppvaxtarárinu eða það ekki til að segja eitthvað sem ég ekki sérstaklega vænt. Og ég var að deila með á morgun þessar hugsaði mínu. Við erum sófanir líka. Ég dætti yfir það, það þurfum ekkert að gera það, ég er nóg að segja sko. Eitthvað sem myndi langa til þess að koma eitthvað upp, setja sig með mér í sófann, ég skal sitja hjá okkur og segja okkur með örfóðum orðið einhverja minningar ykkar að skilja það sem. Ég gef okkur nokkra sekund, þetta er byggjum sko það. Bróður, þú sittur í sófann. Ég get það. Þetta er skólastöðar að maður til sest hér og tala andra enn því. Við þurfum við ekki að gera eitthvað íðugur. En eigið þið einhverja sérstaklega minning? Eitthvað sem þið tengir, viltu þetta segja? Eitthvað sem ekki bara kollina, einhverjir. En einhver sem þetta sýtt í bekkjum. Allir. Sestum við aðeins hjá mér hérna og segðu okkur frá eitthvað í samtöku kvildur, eitthvað sem mannst eftir. Það sem er svona sterkast í minningunni það er svolítið tilstangið á föstudögum. Það er í huganum það var allir baðaðir, þeir eru það langt aftur. Það var alveg sérstaklega að baða mann á föstudögum og setja mann í fín föt. Og við svo söfnustu saman inn í stofnum með löngum og oft voru einhverjir krakkar á nákvæmlega sem fengið að vera með. Og mamma spilaði og gítar og við sungum. Og við fengum alltaf hljómsveitir. Þetta var alveg þátturinn. Er ykkur fleiri? Á að hugga þetta hérna með þenni sátt. Sæla, velkomin. Takk fyrir það. Þetta er svolítið huggulegt. En það er alveg rétt hjá þér að það er merkilegt hvernig svona hvíldadagur hefur hvíldin minningar. Og þetta er nákvæmlega maður finnur við þekki þetta sem þú ert að tala um. Ég er alveg upp á annað heimili. Og það var þessi ró, en það var einmitt, það var sungið og það var bæn, svona til þess að byrja hvíldadaginn á föstudagskvöldi og svo endað á laugardagskvöldi. En þið erum búin að tala um það, en annað sem man líka eftir var þegar ég var í menntaskóla og bjó heima og þegar ég var að lesa undir próf og það voru kannski erfið próf og maður þreyttur eftir vikuna, að þá tók ég frí þennan dag og las ekki undir próf. Og ég man það þetta gerði manni gott. Mér finnst það svona í hugan að ég fór í kirkju og var í fríi og einhvern veginn endurnærið, svo byrjaði ég á laugardagskvöldinu og ég var að lesa. En mér fannst þetta var eitthvað sem ég hugsa til í dag að gerði mig gott með hvíldadag. Svona hvíld í tíma og rúm. Það er ennþá laust klósettið hérna? Já. Velkomin inn, velkomin í sófann. Ég var einmitt að hugsa þetta í morgun. Ég vaknaði þetta. Það var sérstætt í morgun þegar þetta gerist náttúrulega aldrei en leiðbyrjandi mér hringdi í mig klukkan 6 í morgun og sagðist að hafa missa af rútunni að flugstöð, spurði hvort ég geti skuttað. Þannig að ég var vakandi náttúrulega sem 6 í morgun og þá kom ég fyrir og ég var svona, hvernig get ég gert einmitt hvíldagsmorgunin eftirminnilega fyrir fjölskyldunum eins og ég man eftir þetta.
sett eitthvað saman, eitthvað sem var alveg ófyrirlegt. Sem ekkert sem við gerum þessar. Svo man ég líka eftir að það var oft svona kristileg tónlist í bakgrunni. Ég man eftir því svona mjög huguleg tónlist svona í bakgrunni. Og núna svo auðvitað að þótt að þess að eldgamla plötur, það auðvitað að finna þetta allt á Spotify, þannig að ég fann eitthvað svona kunnulegt og setti það. En það bara strax breytist eins og með umhverfið heima. Og svo man ég líka eftir það var allt heitt og líka eftir föstu hvernig við stóðum saman í því að gera húsið heitt og fínt, þannig að oftast fylgir þessi, það er einhver svona æðri, andrúmsloftið er svona lyftir mann upp og andlega finnst mann vera endurnæmur og þegar hlutum allir svona skilnaður og reyðir í kringum mann og allir í svona réttum allir, það er kvíðið það fyrir mig. Og mér þetta áhugavert